Hvenær manst þú fyrst eftir þér? Frá því ég var 6 ára. Þá bjó ég í Reykjavík og fluttist upp á Akranes þegar ég var 9 ára. Man ég eftir mér, ég ætli ekki verið 4-5 ára. Ég man vel eftir því, 4-5 ára. Ég man nú fyrst eftir mig bara því ég var svona 3 ára, ekki að 3. Ég var alltaf syngjandi og ég bjó þarna inn í innbænum á Akureyri. Hvernig var lífið í þá dagana? Það var dásanlegt bara, eftir mín minni. Lífið var breytilegt svona, það var ekki nammi. Við vorum 8 systkinin og ég næst elstur. Hvernig var skólaganga þín? Ég var bara í barnaskóla svona eins og gengur og gerist og ég man ekki hvort ég var 9 ára eða eitthvað. Ég byrjaði ekki fyrst sko, ég var fyrst í smábarnaskóla. Já. Og svo fórum við í barnaskólan og ég lenti með voða góðum krökkum, ægilega góður árgangur sem vorum í og fermingarsystkini. Skólaganga mín, ég var nú í Reykjanesskólanum Ísafjarðardjúp í 2 vetur. Ég ólst upp í djúpinu, Ísafjarðardjúpi í 6 sumur og 2 vetur. Og og svo þegar ég kom á Akranes þá var ég bara 1 vetur í barnaskóla. Tók próf ári áður en ég átti að fermast. En aðstæðurnar á heimilinu voru ekki, það burðu vera svona stór strákur gæti leitið sér í skóla. Bara barnaskóli. Vannstu við sem unglingur? Vann við? Já. Ég var mjólkupóstur í 4 sumur. Það volung saga að segja það. Ég fór með mjólk heimann úr Hnífsdælingur inn á Ísafjörð. Í 25-30 hús á Ísafjörði. Það var bara að fara með mjólk þangað á heimilin. Já, þegar ég var krakki þá vann ég við að breiða fisk, saltfiskur var og svo taka saman kvöldin og við fengum nokkra aura stelpuna fyrir það. Svo fórum við á stofnum litla prjónastofu. Við fengum vorum í sambandi við Magnús Þorgeirsson í Paff í Reykjavík og hann lánaði okkur fyrir prjónavél og gatni voða fínu og við prjónuðum. Systir mín yngri en ég, hún lærði á prjónavél, gamalli konu, það var bara handgert. Það var ekki rafmagns en svoleiðis og hún prjónaði en ég setti alla peysuna saman. Þetta var stórt fyrirtæki? Já, þetta skaffaði 200 og nærri 300 manns vinnu. Og vinna sem sendill í bakaríi og beita bjóð og ýmislegt annað. Hvernig skemmtanir sóttir þú aðalega? Ég sótti náttúrulega böll þegar ég var 16 ára. Svona. Ég var mikið til sjós og bæði í Reykjavík á togurum í Reykjavík og eins skipabátum á Akranesi. Nú svo voru náttúrulega landlegur og þá voru böll og það var ball í bárunni og hver voru að spila þessum böllum? Það var Eðvarð Friðjónsson, hljómsveit Ebbi var kallaður, hljómsveit Eðvarðs Friðjónssonar. Það var nú aðalega kvöldvökur þegar ég var unglingur og það var mikið það heima ungmennafélagi var með kvöldvökur. Það var upplestur og söngur og svona skemmtiatriði. Það var mjög skemmtilegt. Ég man sérstaklega eftir því. Hvernig tónlist var vinsæl þá?
Það var nú ekki komið rotti sko. Og það var ekki farið að tjúta. Nei. En það var svona þessi rómantíski blær yfir því mikið. Og böllin voru allt öðruvísi þá og það var enga vinnvitingar en eitt slíkt. Menn voru bara með pela ef við notuðu áfengi í vassanum. Það var nú fyrst voru það harmonikkan sem var aðal tólist við dans og svona. En svo fór að koma smá svona hljómsveitir. Það var ekki fyrir, þá var ég orðin svona 16-18 ára þegar maður fór að dansa til hljómsveit. Hverju voru frægir þá og voru ykkur fyrirmyndi þínar? Þeir voru nú að koma svona Alfred Klausen og Haukur Mortens. Þetta voru svona fyrstu jazzsöngvararnir. Ingibjörg Þorbergs til dæmis og Elli Williams. Hún þá, Elli var eitthvað 2 árum yngri en ég, eitthvað svoleiðis. Hvernig var tískan eða hvernig fötum klæddist þú? Tískan var erfið því að við fengum ekki, við gátum ekki keypt okkur föt, við vorum unglingar nema út á skömmtunarseðla. Þá þurfti vefnaði vörur sem maður gæti safnað, móðir mín var nú við stórt heimili og þá þurfti maður að skaffa þessa skömmtunarseðla og þá var það bara Reykjavík að fara til söður Reykjavíkur og standi biðröð kannski heila nótt þess að þetta fengið sér föt. Tískan var bara, það voru kjólar, fallegi kjólar, hinga niður fyrir hné. Hvernig voru samskipti kynjana? Hvernig kynntist þú konunni til dæmis? Ég kynntist henni þegar ég byrjaði að baka. Þá var hún afgjörsudama í búð, í bakaríinu. Og kynntist henni þannig að ég var svona, við verið fljótvarð þegar ég byrjaði morguninn og glemdi að taka af mér úrið. Og þegar ég fór heim í mat þá tók ég af mér úrið og spurði hana hvort hún vildi vera svo væna svo fyrir mig úrið á mig ég færi í mat. Og upp úr því erum við miklu mátar og við erum búin að vera gift núna síðan 52. Þú voru heiðarlega góð. Ég held að það veri bara sæmilegt. Eftir ég kom hingað á Skagan þá kynntist ég fljótlega konu minni og það veri ágætið samkomulag, held ég. Hvernig kynntust þið? Við fórum bara að rappa saman einhvern tímann á balli og það var nú byrjun á því. Er eitthvað sem hafði áhrif á þig frekar en annað þessari viðburðaríku öld? Nei, það held ég ekki. Ekki neitt sérstakt sem að hafa áhrif á mig. Maður er bara verið góða heilsu og geta stundar sína vinnu og allt svolítið. Það er eina sem maður ránaði með. Já, maður var miklu nægjusamari í gamla daga. Maður hafði gat ekki heimta neitt. Það var fátæktinn og atvinnuleysi, það var ekkert svo lítið úr að velja. Ekki auðvelt líf? Nei, langt frá því.